Komið þið sæl, við byrjum á því að skoða þessa tunglmynd sem var tekin af landinu klukkan 2 í dag. Við sjáum hér langt austur af landi eru skilin sem gengu yfir land í gærkvöldi og næsta lægð býður hér suðvestur af landinu. Skilin frá henni eru nú farin að mjakast inn á suðvestanvert landið og það er farið að rigna og það fer svo að blása hressilega sérstaklega á Breiðafirði í kvöld og nótt og þar er í gildi gul viðvörun en hiti náði 17 stigum í bjartviðrinu víða á norðanverðu landinu í dag. Til dæmis bæði á Húsavík og á Raufarhöfn. En við skoðum hér yfirlitskortið og sjáum þessa lægð sem er þarna á milli Íslands og Grænlands. Hún fer bara til norðurs og skilin frá henni ganga hér yfir land og við erum síðan í áframhaldandi sunnanátt og skúraveðri má segja næstu daga. Og á hitasviðskortinu sjáum við að við erum í svona nokkuð myndarlegum hlýjum geira hérna fyrst sinn, svo tekur kaldaloftið við og það kólnar svolítið á landinu meðan hitaskilin fara til austurs. En næsti hlýji loftmassi er hér suður á Grænlandi og kemur líklega við sögu hjá okkur undir næstu helgi. En eins og ég sagði gul viðvörun vegna vinds í gildi á Breiðafirði frá því klukkan 8 í kvöld og fram til morguns. Það er ekki gott fyrir fólk með ferðavagna eða bíla sem taka á sig mikinn vind að vera þar á ferðinni, verður líka talsverð rigning en það má síðan búast við skúraveðri sérstaklega á sunnan- og vestanverðu landinu á mánudag og svipað veður á þriðjudag og það fylgir svona þessu kaldalofti sem verður hérna yfir landinu þá. En í fyrramáli má búast við því að vind taki nú að lægja fljótlega á vestanverðu landinu en það hvessi líklega svolítið á austanverðu landinu, sérstaklega kannski norðaustan til. En hitinn svona klukkan 9 í fyrramáli, hann verður þetta 8 til 11-12 stig en talsverð rigning á sunnanverðu landinu. Það bætir síðan í rigninguna á bæði sunnan- og vestanverðu landinu og eins á norðvesturlandi síðdegis á morgun og við megum þá búast við því að það rigni jafnvel á norðvestanverðu landinu líka og vonandi fá við einhverja rigningu þangað. Á mánudag verðum við síðan í þessari sunnanátt og skúraveðri og við sjáum að hér er þetta svona 8 til 13 stiga hiti á norðanverðu landinu. Líklegast að hámarkið verði þar sem að sólin nær að skína en verði heldur svalara loft hér sunnan og vestan til. Það er svipað sögu að segja veðrinu á þriðjudag. Sunnanáttin verður svona heldur hægari en skúraloftið áfram viðlóðandi bæði suður- og vesturlandið en líklega styttir upp á norðan- og norðvestanverðu landinu en áfram til miðvikudags má alltaf búast við einhverjum skúrum hér vestan til og líklega með suðurströndinni en hitastigið verður svona áfram líklega hvað hæst á norðanverðu landinu og ekkert útilokað að það verði í Eyjafirðinum alla næstu daga. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu og það sjáum við að það er svona aðeins verið að hlýna í Skandinavíu en þó er líka úrkoma þar slóðir og eins á norðanverðum Bretlandseyjum. Það er aðeins verið að birta til og hlýna á Spáni líka, rigning í suður Frakklandi en hiti þó yfir 20 stig en síðan er talsvert þrumuveður og úrkomu í austur-Evrópu. Í Bandaríkjunum þar hefur nú verið talsvert storma í miðríkjunum og þeir ganga hér til norðurs líklega yfir Klettafjöllin á morgun. Það er líka úrkoma við norðausturströndina og svona frekar svalt í veðri þar en fínasta veður eftir því sem að vestar dregur farið að hlýna talsvert í eyðimörkinni en fínasta veður í Kaliforníu eins og svo oft áður. En sem sagt þá verður hvasst á Breiðafirði sérstaklega í kvöld og nótt og það er gul viðvörun í gildi. Það verður síðan sunnanátt og rigning í fyrramálið víða á sunnanverðu landinu en bætir heldur í rigninguna. Síðdegis bæði suðaustan til og á vestanverðu landinu og alla leið jafnvel á norðvesturlandið og þó það sé nú oft svona tæft með hvað úrkoman skilar sér í sunnanátt norðan til á landinu að þá eru nú öll líkönin sammála að það rigni eitthvað bæði við Húnaflóa og líklega í Skagafirði á morgun. Verið sæl.